Komið sæl og velkomin í 21. Í seinni hluta þáttar ætlum við að tala heilaskaða en þær geta verið alvarlegar, félagslegar. Þær heilaskaði getur breytt persónuleika fólks, svo það verði jafnvel ofbeldisfullt, andfélagslegt. Við ætlum að fjalla þetta sem hefur ekki verið talað mikið hingað til í þessu tilliti. En fyrst þetta umræðan COVID-19 veiruna yfirgnæfir allan fréttaflutning. Það byrjar á því að fólki finnist nóg og með fréttunum sé alið á ótta og kvíða. Og Óttar Guðmundsson, geðlæknir, hann birti reyndar pistil bakþanka fréttablaðsins helgina þar sem að hann hafði yfirskriftina hamfarablæti. En Óttar, hvernig þetta stíga fetið á milli þess að upplýsa almenning sem jú, skylda yfirvalda og þess að þá hræða ekki fólk, ganga fram að því? Já, það er kannski erfitt einstigi að feta. En það sem ég var kannski að gagnrýna, það væri þessi skefjalausa, þessi fréttaflutningur, það sem allt í raun tíundað. Það verið að tíunda eins og hálfleikstölur í fótboltaleik. Hvað eru margir sýktir og hvað eru margir dánir, hvað eru margir í einangrun, hvað eru við að taka sýni úr mörgum og svo framvegis. Þetta náttúrulega tröllrýður öllum fréttaflutningi. Og það þarna sem ég segi að fjölmiðlar fari dálítið offari. Og þetta reyndar eldri saga. Við erum búin að vera með þennan fjölmiðlaflutning út af hamförum mjög lengi. Það var náttúrulega þessi loftslagshlýnun og bráðnun jökla búið að vera náttúrulega endalaust tema núna í marga mánuði. Svo kom þetta jarðhræringar í Grindavík allt í einu og þá var farið að skipuleggja brottflutning íbúana. Þannig að fréttaflutningur orðin eins og framtíðarskáldsaga. Þetta ekki lengur fréttir, þetta svona það versta sem mögulega gæti gerst. Þetta svona minnir á hamfara árið 1918. Þegar að allt gekk á. Fréttaflutningurinn minnir dálítið á það, Þá var spænska veikin, spænska veikin og frostaveturinn mikli og náttúrulega heimsstyrjöldinni lauk og því. Þannig að þetta var, en það þetta sem ég kannski að gagnrýna, að svo finnst mér í raun og veru ekki, og það finnst nú mörgum fleirum, að þessi influensa sem á upptöksin í Kína, að hún réttlæti í raun og veru ekki þessi viðbrögð vegna þess að þetta sé ekki svo skæð flensa í raun og veru. Ekki vandinn að þessi veira ný af nálinni og það kannski ekki alveg nógu mikið vitað hana reynilega? Já, það sem við vitum hana það að hún ekki mjög smitandi. Það ekki nema svona kannski 1% af fólki sem að smitast af henni. Þannig að við horfum á tíðnitölu frá Wuhan héraði, þar sem hún náttúrulega lék lausum hala, að þá erum við að tala að kannski 1–2% af fólki smitist, þannig að þetta nú ekki mjög mikið. En dánatíðnin ekki milli 2 og 3%? Dánatíðnin hefur verið talað hún sé milli 1 og 2%, en ég held í raun og veru sé mjög lægri, vegna þess að ég held að það sé svo mikið af vægum tilfellum sem séu vangreind, þannig að það séu mikið fleiri sem hafa flensuna og þar af leiðandi sé að minna hlutfall sem deyr. Og þeir sem að veikjast, þeir eru með tiltölulega væg einkenni og þeir sem deyja, það yfirleitt fólk sem með einhverja ónæmisbælingu, með lungnasjúkdóma, undirliggjandi og gamla fólki. Þannig að því leyti til hagar þessi flensa sé nákvæmlega eins og aðrar flensur. Já, og það alveg nógu mikið vitað, ég meina hvað hún stökkbreytir sér eða eitthvað svona. Já, við vitum það sjálfur sér ekki neina flensu, en ef við erum hrættum og stökkbreytir sér og verði verri, þá eigum við náttúrulega helst að sjá til þess að sem flestir síkist af henni á þessu stigi sem hún núna. Já. Vegna þess að þá náttúrulega eru þeir orðnir ónæmir fyrir henni þegar hún verður enn skæðari. Já, það það sem skeði í spænsku veikinni. Já, akkurat, hún kemur upp fyrr árið og svo blossar hún upp seinna. Já. Og þeir sem hefur fengið hana fyrr árið, það var fólki sem stóð sig mjög vel í baráttunni í nóvembermánuði. Sem var með þess að gamla fólkið. Já. En það ekkert sem að hún leggst ekki á börn þessi veira og hún ekki þannig að hún sé bráðdrepandi fyrir unga fólkið eins og spænska veikin var. Alma Möller landlæknir segir að það alltaf áhyggjuefni þegar að faraldur áður óþekktrar veiru kemur upp. Já. Þetta ekki kannski svona kjarni málsins? Já, það náttúrulega ekki fyrsta skipti sem það Við erum náttúrulega búin að sjá áður óþekktar veirur blossa upp. Það kom influensufaraldur 2009
Svo vorum við náttúrulega með ebólasýkinguna í Afríku, þannig að það koma upp svona faraldrar, en spurningin eru viðbrögðin í samræmi við alvarleika veikindana? Sko, nú heyrir maður fólk bara á kaffihúsunum og þú veist á þessum stöðum sem fólk að spjalla á vinnustöðum, að sumum finnst þetta of mikið, þetta sé ekki svona alvarlegt og sumir eru bara svona reiðir. Segja bara, þú veist, bara kemur þetta ekki við, sko. Þetta bara... Já, ég skil það mjög vel, sko. Ég var að tala við einhverja kollega mína í Svíþjóð í gær, sko, sem voru einmitt að segja það að þar þessi umræða líka, en Svíar hafi ekki farið út í það að setja alltaf einkennalaust fólk í sóttkví, eins og við gert hér. Þannig að, sko, menn ekki sammála það hversu harkaleg viðbrögðin eigi að vera. En síðan náttúrulega þetta, sko, þessi fjölmiðla málflutningur orðinn þannig þess eðlis að hann farin að vekja náttúrulega gríðarlega mikinn kvíða í samfélaginu og bara fólk hrætt og það alltaf verið að spurja þetta, það farið sjónvarpsmenn fara í Kringluna bara til að spurja fólk hvort það ekki hrætt, það eins og það fólk á að vera hrætt, þetta á að vera svo mikil ógn. Og það það sem ég kalla þetta hamfarablæti, sko, að menn einhvern veginn, það verið að búa til hamfarir sem eru kannski ekki fyrir hendi, sko. Hjakast svona í því, einhverju hópar sem sérstaklega útsettari fyrir þá kvíða vegna svona? Já, það náttúrulega þeir sem eru kvíðnir fyrir og eru með þráhyggju, börn og unglingar eru sérstaklega náttúrulega þeim hætt við svona umræðu, hún hættuleg fyrir þau að þeim ofbýður þetta og verða með hrætt við það. Þau séu bara að deyja á morgun eða mamma og pappi séu að deyja á morgun. Og það ofan á loftslagsbreytingar. Já, svo það ofan á loftslagið og Grindavíkur eldgosið, sko. Þannig að þetta er komið núna dálítið svona hvað ofan í annað, sko. Hvað að gera? Eva Guðmundur Steingrímsson var nú með skemmtilega grein í Fréttablaðinu dag. Það sem hann var að tala megum við ekki bara nota húmor? Og nota húmor, anda með nefinu og vera dálítið bara rólegir í tíðinni, sko. Svo finnst mér náttúrulega eins og þessi frétt sem kom í Fréttablaðinu í morgun, sko, að landlæknir kallaði útfararstjóra á sinn fund. Og þá hugsaði með sér, sko, ef að landlækni langar til að kalla útfararstjóra á sinn fund, af hverju að gera það í beinni útsendingu? Af hverju að senda fréttatilkynningu til blaðana það að útfararstjórar koma fund með landlækni? Ég skildi nú fréttina reyndar þannig að útfararstjórarnir vildu láta tala við sig. Já, en þá það allt í lagi, það þarf ekki að gerast í beinni útsendingu, ekki með þessum sko, stríðsfyrirsögnum. Því að hvað þýðir þessi fyrirsögn? Hún þýðir það að það verða að undirbúa þá þjóðina eða kerfið eða útfararstofnannar fyrir einhverjum svona massa dauða eins og var í spænsku veikinni. Ég skildi það þannig. Í sóttkví, það eru þá núna í dag 300? Það eru 300 manns í sóttkví sem náttúrulega mjög stór ákvörðun í svona litlu samfélagi að verðum alltaf fólk í sóttkví og ef þeim fjölgar enn þá er það ansi stór hluti af vinnufæru fólki sem í sóttkví og það er mjög dýrt fyrir samfélagið. Já. En það virðist vera sem að landlæknisembættið og almannavarnir bara hafi tekið þá stefnu að það verði bara allt upp á borðum. Við bara látum allar upplýsingar, það verði ekkert sko, geymt engu haldið til haga. Þú ert að gagnrýna kannski sú leið of. Mér finnst þetta að vera orðin, sko, mér finnst þessi fréttaflutningur og í raun og veru þessi viðbrögð að þau eru ekki alveg í samræmi við alvarleika veirunar. Ég held að það séu nú yfirleitt allir sammála það, að það er ekki alveg í samræmi við það, en svo ætla ég náttúrulega ekki að fara að rífast í sóttvarnalækni það, sko, maður verður að trúa því og treysta því að þessir einstaklingar sé að gera það sem þeir telja að sé réttast, en þegar að sko fréttaflutningurinn og málflutningurinn og umræðan orðin þannig að fólk bara bíður eftir spænsku veikinni, bíður eftir gámaskipum frá Lettlandi með líkkistur, sko, þá þetta orðið dálítið sko of mikið vegna þess að þessir einstaklingar sem veikst, þessir Íslendingar sem veikst, að þeir eru með mjög væg einkenni, þeir eru ekki í öndunarvél, þannig að þeir eru með mjög væg einkenni og það yfirleitt sú saga sem við heyrum frá öðrum löndum. Þetta eru frekar væg einkenni, það ekki þannig að allar gjörgæsludeildir séu fullar af þessum einstaklingum, þannig að þá segir maður sjálfan sig, tilefnið, eru viðbrögðin alveg í takt við tilefnið. Já, og nú góð fyrir bara sálarlíf þjóðarinnar. Sálarlíf þjóðarinnar sem átti nú ekki við miklu.
þegar þetta bættist við. Óttar Guðmundsson, geðlæknir, takk fyrir að setjast þér hjá mér. Takk fyrir. Og heldum áfram eftir smástundu. Við ætlum að tala félagslegar afleiðingar heilaskaða sem geta haft þannig áhrif á fólk að það breytir persónuleika. Fari ekki langt. Byrjaðu daginn með Fréttablaðinu. Fréttablaðsappið gerir þér kleift að lesa blaðdagsins í snjalltækinu þínu. Þú sækir appið frítt í App Store eða Google Play, opnar blaðdagsins og nýtur þess að lesa blaðið þegar þér hendar. Fréttablaðið, góð byrjun á deginum. Láttu trausta fagaðila sjá rekstur húsfélagsins. Fjöleignir sjá fundarhöld, innheimtu, bókhald, ársreikninga, framkvæmdir og fleira. Fáðu tilboð á fjöleignir.is. Netto, svarta beltið í sparnaði. Geymslu og búslóðagámar til leigu. Margar stærðir í boði. Stólpigámar.is. Mannakorn í Háskólabíói síðasta vetrardag. Nánar inn á tix.is/mannakorn. Þekkir þú þín tækifæri á fasteignamarkaðinum? Fastvest, rótgróið fjölskyldufyrirtæki, persónuleg þjónusta. Heslirnetur með Irish Coffee. Bragðgóð freisting sem þú verður að prófa. Háberg. Ertu að leita að fasteign í Hveragerði? Byr fasteignasala, byrfasteign.is. Áralöng reynsla í fasteignarekstri og rekstri atvinnuhúsnæðis. Eignaumsjón.is. Erum fljótir að koma, erum ódýrir, við hjálpum. Alltaf 35 metra vinnuhæð, Körfubílar EHF. Og við höldum áfram og við ætlum að fara í heilbrigðismálum, getum við sagt, en fólk sem hefur hlotið heilaskaða og sérlega kannski framheilaskaða fólk sem að sýnir á stundum andfélagslega hegðun eða þá skort á frumkvæði, og það ýmislegt sem einkennir þessa einstaklinga. Þetta nefnt hinn þögli faraldur í skýrslu sem að gefin var út af heilbrigðisráðuneytinu í fyrra sumar, og umræðan þetta eiginlega rétt svo að byrja. Þeir eru komnir hér til mín Karl Fannar Gunnarsson sem hefur lengi starfað ytra við stofnanir meðferðir við slíkum skaða, og hann núna yfirmaður atferlistengdrar taugaendurhæfingar við West Park Healthcare Center í Toronto, Kanada. Og Karl hér ásamt Emil Harðarsinni sem aðstandandi einstaklings með heilaskaða. Verið velkomnir. Takk fyrir. Við erum kannski rétt svona að brjótast inn í þessa umræðu núna varðandi þennan félagslega þátt sem að fylgir heilaskaða. Kannski til að byrja með hvers konar heilaskaða erum við að tala um? Framheilaskaði og svo eitthvað annað, það ekki? Jú, það er margs konar tegundir af heilaskaði. Heilaskaði svona almennt talað sem ákominn. Og oft miðað við hvar skaðinn á sér stað innan heilans, hvaða starfsemi eða hegðun getur breyst í kjölfarið. Þetta getur verið mjög nákvæmt og þetta getur verið mjög svona global. Það geta komið margvísleg vandamál upp. Já. Það sem að gerist og það sem við erum að tala um hér að það verður einhvers konar heilaskaði, jafnvel bara vegna íþróttaiðkunar, segjum það. Og í kjölfarið þá breytist hegðun einstaklingsins, hann getur orðið ofbeldisfullur, hann getur orðið skortur á framtaki og kannski það sem að fjölskyldur upplifa. Hvað svona lýsir sér, hvernig lýsir þetta sér? Það mjög mismunandi birtingarmyndir sem að svona geta birst, en algengar lýsingar sem maður heyrir frá aðstandendum eru ofbeldishegðun, sjálfskaðandi hegðun, framtaksleysi. Þannig að þetta allt kannski betra að teikna mynd af einstakling sem að gerir ekkert, einangraður, á ekki lengur vini, á erfitt með að mynda ný sambönd. Andfélagsleg hegðun. Andfélagsleg hegðun, fólk leiðist út í glæpi og
geta ekki búið mjög lengi inn á aðstandendum, endar með, þetta fólk fer oft í fangelsi, út á götu, endar með að fyrirfara sér. Þannig að afleiðingarnar eru mjög alvarlegar, fangelsin kannski með stóran hluta, einstaklinga með heilaskaða? Það ekkert vitað á Íslandi. Það engin tölfræði sem sagt, hvert þetta fólk fer. En ef maður tekur bara tölur erlendis frá, sem Karl getur talað miklu meira en þá cirka helmingur ungra fanga til dæmis í Bretlandi með heilaskaða. Rúmur helmingur heimilislausara víða í Norður-Ameríku eru með heilaskaða. Þannig að þetta fólk sem bara endar á skjön við samfélagið, býr til mikinn kostnað, býr til mikla sorg hjá aðstandendum og eiga bara virkilega bágt. Það sem að þú ert að starfa við, Karl Fannar Ytra, það náttúrulega endurhæfingin. Já. En það kannski þetta að fólk bara, það þekkingarleysi á þessu fyrirbæri. Það mikið þekkingarleysi og einhver vegna þess að þetta eins og þú myndist á áðan, þetta svolítið þögull faraldur. Einstaklingar ofta tíðum sjálfur gera sér ekki grein fyrir því að þeir hafa orðið fyrir skaða og fjölskyldunar vita hreinlega ekki að þetta geti komið fyrir. Að svona hegðun komið eigi sér stað, því að oft á tíðum eru einstaklingarnir ekkert skertir greindarlega séð. Getur farið í vinnuna kannski og áfram og... Já, og tökum bara dæmi sem þú getur verið framkvæmdastjóri við stóra verksmiðju og einn daginn kemur eitthvað fyrir, þú verður fyrir slysi, þú finnur fyrir ónotum og missir kannski meðvitund en það svo sem ekkert að. Eftir smá tíma finnur þú fyrir að þú ert ekki farin að muna eftir ákveðnum hlutum og þú snöggreiðist svona þegar við hinna minnstu hluti sem áður skiptið engu máli. En svo tekur þú líka eftir því að þú ert kannski fluggáfaður ennþá en þegar þú kemur heim til þín og ætlar að byrja að taka til eftir að þú ert búin að elda þá bara hreinlega veist ekki hvað þú ert að byrja. Ég skil þig. Það getur orðið persónuleika breyting. Já, persónuleikin nefnilega svolítið sniðugt apparat að þetta sú hegðun, þetta það sem þú lærir yfir lífstíðina og þegar þú mótast og þú heldur að fara að mótast árið þar til að þú deyrið. En þegar heilinn verður fyrir smá hnjaski, þá getur orðin svona þessi breyting á mynstrinu. Það kemur eins og þú ímyndar þér á, þú hendir stórum hnullungi í miðja ána og allt í einu lyftist upp vatnið þá til að það fer að flæða fram hjá steininum aftur. Nú með tíð og tíma mun steinninn minnka og hafa minni áhrif á flæði árinnar, en hann alltaf þarna, þó svo flæðið verði aftur gott. En það svolítið einföld útskýring á hvernig heilaskaði getur átt sér stað. Það verður mikil breyting, en það góða við það að það verður áfram flæði. Það hægt að vinna með skaðanum og búa til þá ramma sem auðveldar að lifa inn í eftir skaðan. Þetta nefnilega þannig fyrir fjölskyldurnar að allt í einu kannski einstaklingurum bara erfiður og öðruvísi og þú veist það bara hann bara, þú veist, eitthvað að breytast og fólk heldur að þurfi bara að sitja uppi með þetta. Já, ég kannski hef meiri reynslu af svolítið svona drastískari atburðum, þannig að stundum þetta mjög augljóst, til dæmis. Breytingarnar svo miklar. Já, ef við bara teikna upp, við kannski þekkjum mörg dæmi af slysum, við heyrum í fréttunum að einhver hafi orðið fyrir slysi, einhver datt kannski af 3. hæð í húsi eða lenti í ljótu bílslysi eða eitthvað slíkt og svo heyrum við að viðkomandi lifði af. Og á batavegi. Á batavegi. Það sem að gerast bak við tjöldin, ef þetta einstaklingum sem enda með að fá heilaskaða, þá viðkomandi sendur á gjörgæslu, kannski í margar vikur í dái, fer síðan á heilaskurðdeild Landspítalans og þegar ástandið ekki lengur krítískt, að þá fer viðkomandi í endurhæfingu á Grensás. Þar, ef þetta einstaklingum með hegðunartruflanir eða hegðunarvanda vegna heilaskaða, að þar stoppar kerfið og segir við getum ekki hjálpað þér meira. Það ekkert sem tekur þá á móti? Það ekkert. Það bara, gjörðu svo vel, hérna gatan og það bara treyst á það að aðstandendur taki viðkomandi. Þá bara farið heim til barna eða maka eða foreldra eða eitthvað slíkt. Þar í rauninni það bara tugir eða hundruðir fjölskyldna úti í landi sem eru bara með einstakling sem
heilbrigðiskerfið búið að segja við getum ekki gert meira vegna hegðunarvandans. Já. Þessi aðili getur ekki tekið þátt í frekari læknisfræðilegri endurhæfingu, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, talþjálfun og slíkt vegna þess að hegðunin of erfið. Þessi einstaklingur þá bara orðinn fatlaður og sveitafélögin bera ábyrgð á hans þjónustu og þá byrjar ofbeldið á heimilinu. Þetta fólk í veikri stöðu, konur enda í ofbeldissamböndum, fólk einangrast, aðstandendur þola þetta takmarka lengi, fólk endar út á götu, í vímuefnaneyslu, glæpum. Þetta allt afleiðingar? Þetta allt bara svona... Og þetta tengt til dæmis fíkniefnaneyslu? Já, þú getur rétt ímyndað hvað það auðveld leið út fyrir fólki þessari stöðu, sko. Já, þróa með þessi fíknisjúkdóm. Karl getur... Þið sjáið það til að mynda að einstaklingar sem eiga ekki við neinn skaða á heilanum við að etja, þau vinna oft með sér kvíða. Kvíði er kannski eitt af stærri vandamálum Íslandinga í dag, allar samkvæmt fjölmiðlum. Og hvað gerum við til þess að bæla niður kvíða? Við kannski fáum okkur í glas, við gerum eitthvað sem ekki kannski rétt. Í stað þess að stunda heilsurækt eða... Róandi lyfin. Já, róandi lyfin. Þau virka fljótast. Einstaklingar með heilaskaða eru alveg eins og allt annað fólk. Þeir náttúrulega vilja koma sársakanum burt. Ég ekki eins og ég var. Og þar af leiðandi nota þau vímugjafa og þetta er klárt í gegnum rannsóknir að það mjög há tíðni einstaklingar sem hafa fengið ákominn heilaskaða sem leiðast út í efni, vímugjafa, áfengi og fíkniefni til þess að dempa ýmislegt annað. Já, og þannig að það náttúrulega kannski ræður ekki við nærumhverfið vill ekki lengur af því að þú ert bara hálfómöguleg manneskja. Og það er kannski einmitt ef við förum aðeins dýpra að það er ekki það að nærumhverfið kannski það vill þig en með heilaskaðanum þá oft á tíðum getur ekki lesið eins og andlitsfall eða svipbrigði þannig að þegar þú ert að tala og ert kannski óviðeigandi þá nærðu ekki að stoppa þig af því að þú ert ekki að skynja hvað er í gangi. Þetta er svo ósýnilegt þannig séð, það er ekki eins og með ör sem sjást eða eitthvað svoleiðis en þetta er hérna inni. Og greind getur verið óskert. Já, þú getur verið í rauninni aðalega bara að díla við að vera óviðeigandi. Þetta er félagslegt. Þetta er mjög félagslegt. Félagslegar afleiðingar svona alvarlegar. Þær eru þá og líka það má helst, við erum að sjálfsögða að segja að þetta er mjög alvarlegt og þá geta komið mjög alvarlegar útkomur fyrir einstaklingarna og þeir lenda illa undir, sérstaklega í kerfinu hér. En það má ekki gleyma því að það er von fyrir þessa einstaklinga og vonin er svo að ef fólk er tilbúið að leggja á sig mikla vinnu og er tilbúið að breyta til og er tilbúið að taka þjálfun frá öðrum að þá er hægt að komast áfram. Ef þessi þjálfun er í boði. Það er það sem við erum kannski líka sérstaklega að ræða hér að það er ekkert sem tekur við og þetta fólk verður á örorkubótum og fjölskyldur sundrast og hvað eina. Hver er svona von til þess að hér verði eitthvað gott, stórt endurhæfingarsetur sem að þá hið opinbera ber ábyrgð á? Já, aðalmálið er það að fólk sé tilbúið að taka skrefið, sé tilbúið að í rauninni eyða í sparnað. Því að ef þú eyðir peningum í meðferð, sama hvernig meðferð það við vitum það, og ef þú vinnur í fyrirbyggjandi aðferðum, en ef þú vinnur með þessum einstaklingum, þá er hægt að draga úr kostnaði til samfélagsins, beint. Þetta vita nú allir. Þetta vita allir, en það er erfitt að sjá heildarmyndina þegar þú veist ekki að þetta er í gangi. Hvað er það stór hópur hér á landi? Er einhver hugmynd um það? Það er náttúrulega einhverjar óljósar hugmyndir en þetta eru milli 1.000 og 2.000 manns á ári sem fá heilaskaða. Einhvers konar, já. En þetta eru kannski á talið hundruðum þeir sem þurfa langvarandi stuðning og glíma við langvarandi fötlun. Þessi hópur sem að heilabrot er að reyna að ná til, það eru
Milli 10 og 20 manns á ári, nýgengnistölur, 10 til 20 á ári, sem glíma við hegðunarvanda í kjölfar heilaskaðans. Ég skil þig. Þetta hópur sem vel þekktur erlendis og við erum, þessi tegund endurhæfingar sem að Karl að lýsa, atferlismótandi tauga endurhæfing, búin að vera í boði í 40 ár annars staðar og sýna mikinn árangur, mikinn sparnað, mikla bætur á lífsgæðum. Það er komið 2020 á Íslandi og við erum ekki einu sinni byrjuð, kerfið er ekki byrjað að skoða þetta hérna. Það er nú staðreyndinni mitt en heilabrot örstutt, sko það er endurhæfingarsetur, sant? Já. Segðu mér stuttlega frá því hvað hver sýnin er. Já, og heilabrot, sko, er það staðsett einhvers staðar eða er þetta félagsskapur eða? Já, akkurat núna er þetta hagsmunasamtök og við erum rannsóknar og við erum klínist endurhæfingarsetur sem erum með 6 pláss, meðferðarheimili og markmiðið er það að bjóða ekki bara upp á 6 herbergi, heldur að bjóða upp á langvarandi þjónustu þar sem hægt er að draga úr þjónustunni smátt og smátt, þannig að fólk öðlist meira sjálfstæði eftir háskaða. Fáið þú opinbera styrki til að halda þessu út eða? Það er svo skrítið að það er ímyndaður að ég kæmi með hálsbrotið barn á bráðamóttökuna og ég sagði við starfsfólk þar, getið þið hjálpað mér? Og þeir myndu segja, mikið rosalega stendur þið vel og ég finn svo til með þér, en við erum bara ekki alveg með á hreinu hvar á að bókfæra kostnaðinn. Þetta er ekki alveg í okkar Excel-skjali. Þetta er viðmótið sem við mætum hjá sveitarfélögum sem að bera ábyrgð á þjónustu við fatlaða, þar með talið endurhæfingu. Heilbrigðiskerfið segir, vegna þess að þetta er atferlismótandi og þetta er ekki heilbrigðisstarfsfólk, þá getum við ekki borgað það. Og þar með fellur þetta bara í einhvers staðar á milli kerfis. Hvernig haldið þið þessu úti þá? Við í rauninni erum að treysta á það að þessi kerfi bregðist við áður en við þurfum að fara sem aðstandendur að sækja bara til dómstóla þann rétt sem við hefum rétt á. Og við erum að vonast til þess að þessi eltingaleikur hætti og að kerfið, velferðarkerfið í Íslandi í heild sinni átti sig á sparnaðinum sem er mögulegur með því að leysa vandann. Horfist í augu við þessar staðreyndir, það var gott að fá okkur hingað Karl Fannar Gunnarsson sem hefur lengi starfað við stofnanir meðferðir við heilaskaða erlendis og hann er yfirmaður atferlistengdrar taugaendurhæfingar hjá West Park Healthcare Center í Toronto í Kanada og Emil Harðarsson, aðstandandi, situr hér hjá hann og hefur verið hjá okkur og feikið gott að fá okkur. Takk svo mjög. Og gangu vel með þetta. Takk fyrir. Kveðjum með þessu. Takk fyrir að horfa og verið sæl.